Sælveriði, Kári heiti ég og er höfundur bókarinnar Hyldýpi sem kom út núna fyrir jólin og er partur af jólabókaflóðinu. Ég fekk hérna tækifæri til að kynna þá bók aðeins fyrir ykkur. En bókin Hyldýpi, hún fjallar Dögg Marteinsdóttir sem er læknir sem starfar hjá Læknum án landamæra og hún er stödd í Súdan í upphafi bókar og hún og Sara vinkonunnar sem er líka læknir, þær eru að takast á við erfiðleika þar í búðunum og standa í ýmiss konar ævintýrum og vandræðum, svo má segja. Svo kynnist Dögg lækninum Omar Mohammed sem er yfirlæknir í búðunum og þau fara öll þrjú saman í sendiför til Nýjala sem er borg og það hefur verulega alvarlegar afleiðingar í för með sér sem er svo bara sagt frá seinni í bókinni. Svo fylgjumst við líka með Kristjáni, lögmanni, í nútímanum og hann er sem sagt að stofna lögmannsstofu og er vægast stressaður því hann hefur ekki verkefni og er bara með allt lóðbeint niður sig, svo maður talar bara góða íslensku. Nema hvað, einn daginn fær hann til sín mjög forvitnilegt mál frá Útlendingastofnun, þar sem hann á að aðstoða fylgdarlaust barn frá Súdan. Og sama tíma, þetta er á borðið hjá honum athyglisvert sakamál þar sem hann er að hjálpa ungum manni sem heitir Pavel Novak, sem er pólskur og hann sem sagt fer í þessi verkefni í rauninni frekar kaldur og er ekki kannski alveg svo sleipasti. Svo er þriðja saga bókarinnar Pavel, sem er með vafasama fortíð, sem hefur algjörlega snúið blaðinu og er að gera mjög góða hluti á Íslandi og búinn á barni með kærustunni sinni og gengur allt í haginn, þangað til vafasam fortíð bankar upp og dregur hann aftur í svaðið. Og þessir þrír einstaklingar, þeir eru sem sagt aðalpersónur bókarinnar. Og ég tvinna saman þessa þrjá þræði með frekar spennandi framvindu þú þessi sjálfur frá. Og ég ætla að fá að lesa hérna fyrsta kafla bókarinnar sem er mjög stuttur. Hann hefst í Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem ónefnd persóna hefur gengið inn í dómsalinn með afsagaða haglabyssu innanklæða. Hver hefði haldið að dag einn sæti ég með haglabyssu innanklæða við dómþing í Héraðsdómi Reykjavíkur, fyndi fyrir köldu járninu fyrir húðina og andaði með fnyk af byssuolíu. En þannig er þetta. Undir halógenlýsingunni í dómsalnum kemur dómarinn sér fyrir. Þetta er miðaldra kall með úfinn hnakka og illa farna húð. Hann hægraði sér í sætinu, dæsir og garvar í málamöppum. Vinstra megin við dómarann situr lögmaður ásamt sakborningum, uppglömmt augu í störukeppni við borðplötuna. Á móti þeim situr fulltrúi saksóknara embættisins. Ung kona með ljóst hár sem bundið er í háan stert, snyrtileg hvöss til augna og virðist vel undirbúin. Enginn sér mig. Músina sem læðist. Hjartað er eins og tifandi tímasprengja, svitinn bogar af enninu. Ég renni hendin eftir byssunni, hægraði inn í greipinni, finn fyrir gikknum og anda djúpt. Ætlar að gera þetta? Í alvörunni? Dómarinn byrjar að tala. Ég heyri ekkert hvað hann segir. Eitthvað formfast í þaulagðum mónótón ríkisins. Það skiptir líka engu hvað dómarinn þusar. Ekki lengur. Ekkert skiptir máli lengur. Hefur ekki gert það síðan það brakar í stólnum þegar ég stend upp. Byssuhlaupið er svarthól sem sogar athygli allra að nálarauga dauðans. Í myrkrinu ríkir algjör þögn. Nú stjórna ég. Takk fyrir.